Komið þið sæl. Við ætlum að byrja á að rifja upp prósentuþríhyrninginn í þessu fyrsta myndbandi kaflans og ég vonaði munið eftir honum frá því 8. og 9. bekk. En rétt í byrjun er líka ágætt að rifja það upp að þegar við erum að vinna með prósentur í útreikningum þá er yfirleitt verið að vinna með tugabrotið þó svo að við séum að tala um prósentur. En það er 0,25 jafngilt 25%. Þríhyrningurinn virkar þannig að við höldum fyrir það sem við erum að leita eftir hverju sinni og ef þið kunnið að nota þríhyrning þá eigið þið geta fundið hvort sem er hluta af einhverju tölu 35% af 750 eða þið eigið geta fundið heildina ef þið vitið að 35% af einhverju tölu sé til dæmis 800 og loks eigið þið geta fundið prósentuna eins og hvað væri 12% af 20 eða eitthvað slíkt. En hér tek ég eitt dæmi með ykkur og við ætlum að finna hve mikið er 70% af 350 og þá þurfum við að ákveða erum við að finna hluta af einhverju tölu, erum við að finna heildartöluna eða erum við að finna prósentuna. Og hér erum við að finna hluta af þessari tölu hér og nánar tiltekið 70% af þessari tölu. Þannig að við erum að finna hlutan í þríhyrningnum og með að halda fyrir hann að þá stendur eftir hvað við eigum að gera. Við eigum að taka heildina og margfalda með prósentu í þá tugabroti. Þannig að heildin er 350, tugabroti fyrir 70% er 0,7 eða 0,70 ef einhverju vill það frekar og þá fáum við út að hlutin er 245. Nú, eins og ég sagði áðan, þá eigið að geta nota þennan þríhyrning til að finna heild eða prósentu, þó að ég rifi það ekki með ykkur í þessu myndbandi. En þetta ætti að duga ykkur til þess að muna hvernig þríhyrningurinn lítur út og hvernig hann er notaður. Og lengra er þetta ekki bilið á mér, þannig ég segi bara gangi ykkur vel.